draumi fagrar nætur dvel ég stund. Það var sem vorsins tærasta von gengi á minn fund. Hún hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf. Næstur talar Georg Hermannsson, efsti maður á lista Framsóknarflokksins. Góðir áhorfendur, við lifum á breytinga- og tækniöld. Þó þessi útsending nái því miður aðeins til hluta Borgarness eigi að síður gaman að reyna þetta og hver veit hvernig kosningabaráttan muni ganga fyrir sig að 4 árum liðnum. Það einnig ánægjuefni að við skulum geta gert slíka hluti hér sjálf án aðstoðar tæknimanna og sérfræðinga að sunnan og að þetta efni skuli nú sent út til íbúa í hverfi sem fyrir fáeinum árum var óbyggðar hæðir og holt utan byggðarinnar. Aðeins fáeinir afleggjarar lágu þá hér á milli holtana sem þó voru oft vinsælir á síðkvöldum af ungu fólki í bíltúr. En Borgarnes vex stöðugt og hér býr nú fjöldi fólks og líklega þetta að verða barnflesta hverfi bæjarins. Sum ykkar hafa slitið barskónum hér í Borgarnesi en þið eru einnig mörg sem að hafi flust hingað frá öðrum stöðum. Meðal annars vegna atvinnu sem hér hefur verið í boði og einnig vegna þess að Borgarnes fallegur og snyrtilegur bær í góðu vegarsambandi og þægilegri nálægð við Reykjavíkursvæðið. Þið hafi verið hingað velkomin enda býr hér gott fólk. Hér hefur árabil verið mikil uppbygging á flestum sviðum og hafa framsóknarmenn komið þar mjög við sögu. Íbúum hefur fjölgað hér umfram landsmeðaltal og hér hafa hvorki verið toppar né lægðir í atvinnu eða afkomu fólks, eins og við þekkjum frá sjávarplássum víða, og svo hefur einnig verið uppbyggingu Borgarness. Með framsýni og stefnufestu hafa framsóknarmenn unnið hér að stjórn bæjarmála. Hér nú komin hitaveita í hvert hús, flestar götur lagðar varanlegu slitlagi nema þær allra nýjustu og félagsleg og opinber þjónusta öll með því besta sem þekkist í sveitarfélögum af svipaðri stærð og Borgarnes og jafnvel þó borið sig saman við stærri bæi. Nú sem fyrr bíða okkar mörg verkefni. Að undanförnu hafa margir starfshópar unnið að gerð stefnuskrár framsóknarmanna. Alls munu hafa 80 manns tekið þátt í þessu starfi, auk fjölmargra sem haft hafa samband við okkur með ábendingar og óskir. Öllu þessu fólki viljum við þakka leið og við kynnum nokkra af frambjóðendum okkar og helstu stefnumálin. Nú talar Elís Jónsson, aðalmaður í framboði framsóknarmanna til sýslunefndar Mýrasýslu. Góðir borgnesingar, tekjustofnar sýslusjóðs eru sýslusjóðsgjöldin sem jafnað niður á hreppana eftir sveitarstjórnarlögum. Helstu útgjöld sjóðsins eru til félags, menningar, heilbrigðis og atvinnumála en útgjöld sýsluvega sjóðs ganga til viðhalds og nýbygginga vega innan hreppsfélagana. Innan atvinnumálana liðurinn laxveiðibætur sem mér sérstakur þyrnir í augum en útgjöld vegna hans eru áætluð á síðastlunu ári 45.000 krónur eða 9% af heildarútgjöldum sýslusjóðs. Unnið að því að létta þessari greiðsluskyldu af sýslusjóði og yfirfæra hana alla á ríkissjóð og von til þess að það takist á hausti komandi. Auka þarf hlut sýslusjóðs í framlögum til félags- og menningarmála. Fjármagn til ráðstöfunar að vísa að skornum skammti en ef byrði laxveiðibóta fellur niður á næsta ári ætti fjárhagurinn að rýmkast nokkuð. Styrkja þarf frekar hin ýmsu frjálsu félagasambönd svo sem skógræktar- og skátafélag, björgunarsveit og ungmennasamband. Einnig þarf að auka verulega stofnframlag til safnahús og framlög til reksturs safnana í Borgarnesi. Ég vil minna á að samstarf íbúa Borgarnes, Borgarfjarðar héraðs og annarra nærsveita hefur ætíð verið gott og því ber að fagna og það von mín að svo verði áfram.
Atvinnuuppbygging og stofnun fyrirtækja í Borgarnesi hefur aldrei verið deilumál meðal fulltrúa í sýslunefnd og til þess er mjög ánægjulegt að vita. Halda þarf tengslum á milli sýslunefndarmannsins og sveitarstjórnar þar sem mörg veigamikil mál hreppinn varða fari gegnum hendur sýslunefndar. Borgnesingar, ég mun vinna áfram á næsta kjörtímabili að framgangi þeirra mála sem eru Borgarnesi til heilla ef þið veitið mér brautargengi til þess í kosningunum á laugardagi kemur. Þá talar Jón Agnar Eggertsson sem skipar 3. sæti listans. Góðir Borgnesingar, við eigum því láni að fagna að í Borgarnesi eru mörg öflug fyrirtæki sem veita fjölda manna atvinnu. Leggja ber áherslu á að starfsskilyrði þessara fyrirtækja séu sem best svo þau geti vaxið eðlilega. Jafnframt þarf að leita nýrra atvinnutækifæra. Með tilkomu brúar yfir Borgarfjörð hafa myndast stór auknir möguleikar til aukinnar verslunar og þjónustu hér. Framsóknarmenn hafa lagt áherslu á eflingu atvinnulífs í Borgarnesi og aukna fjölbreytni þess. Við höfum á þessu kjörtímabili flutt tillögur atvinnumál í hreppsnefnd og atvinnumálanefnd. Af frumkvæði okkar var stofnaður framkvæmdasjóður Borgarnes sem hefur meðal annars það markmið að kosta og styrkja athuganir á nýjum atvinnugreinum í byggðarlaginu. Og nú er hafin gerð atvinnumála áætlunar fyrir Borgarnes. Á fundi hreppsnefndar 10. maí síðastliðinn var einróma samþykkt samkvæmt tillögu minni að fela atvinnumálanefnd að athuga nú þegar möguleika á því að starfræktur verði lífefnaiðnaður í Borgarnesi. Hérlendis fellur til mikið af magn innifla úr fiski, hval og sláturdýrum. Úr hráefni þessu er hægt að vinna verðmæt efni sem notuð eru til lyfjagerðar og fleira. Í vetur hafa nokkrar konur verið skráðar atvinnulausar í Borgarnesi. Í þessu sambandi legg ég áherslu á að léttur iðnaður verði aukinn og má þar nefna fataframleiðslu og matvælaiðnað, til dæmis meðhöndlun og vinnslu vatnasílungs og vinnslu dýrafóðurs og fleira. Öll atriði er snerta atvinnulíf í Borgarnesi er mikilvægt að gott samstarf sé milli stéttarfélagana, atvinnurekenda og sveitarfélagsins. Það er því áríðandi að verkafólk eigi fulltrúa í hreppsnefnd. Við sem skipum B-listan viljum leysa sameiginleg verkefni eftir leiðum samvinnu og félagshyggju. Í þeim anda skulum við halda áfram að treysta framfarir í Borgarnesi, þá mun þessu byggðarlagi vel farnast. Nú talar Ingibjörg Sigurðardóttir sem skipar 9. sæti listans. Góðir áhorfendur, í fáum orðum má segja að meginatriði í niðurstöðum starfshópa félagsmál og heilbrigðismál hafi verið þessi. Þörf er á litlum íbúðum fyrir aldraða hér í bæ. Við viljum að byggðar verði hentugar smáíbúðir fyrir þetta fólk í tengslum við dvalarheimilið. Þannig að fólk er þar byggi og gæti hugsað sig sjálft að mestu leyti, gæti notið ýmissar sameiginlegrar þjónustu frá dvalarheimilinu. Hér hefur verið veitt heimilisaðstoð en hana þarf að auka, til dæmis þannig að aldraðir geti fengið heimsendan heitan mat einu sinni á dag ef óskað er og einnig aðstoð við hreingerningar. Hér vantar íbúðarhúsnæði. Úr því viljum við bæta, meðal annars með því að leyfi verði fengin fyrir byggingu fleiri verkamannabústaða og stofnun byggingasamvinnufélags er auðvelda gæti ungu fólki íbúðabyggingar. Við teljum stækkun leikskólans nauðsynlega. Einnig vantar deild fyrir 6 til 7 ára börn sem komin eru af leikskólaaldri en ekki byrjuð í grunnskóla. Öðrum gæsluvelli þarf að koma upp og bendum við á Bjargsland þar sem margt ungt fólk býr. Vinnuskóli hefur verið starfræktur og gefið góða raun, en þar vantar verkefni fyrir yngri börn, til dæmis skólagarða og starfsvöll. Með hitaveitu í Borgarnesi hafa opnast margs konar möguleikar á sviði heilsugæslumála. Nú á dögum ber mikið á alls konar atvinnusjúkdómum
og þarf aðstöðu á hvíldar- og hressingarhælum fyrir það fólk, en hitaveita kemur meðal annars að góðum notum á þessu sviði. Af öðrum verkefnum á sviði heilbrigðismála má nefna að hér vantar heimahjúkrun og sjúkraþjálfara, auk sérfræðiþjónustu af ýmsu tagi. Góðir borgnesingar, allt eru þetta þörf mál og að ýmsum öðrum góðum málum viljum við vinna, en til þess þurfum við ykkar stuðning. Þakka ykkur fyrir. Góðir borgnesingar, í upphafi finnst mér rétt að vekja athygli á hennu góðu aðstöðu sem sköpuð verið í Borgarnesi með byggingu myndarlegar og mikið notarar íþróttamiðstöðvar. Ber að þakka þar öðrum fremur ötulli forystu framsóknarmanna í hreppsnefnd hve vel hefur þar tekist til. Hitt ber að hafa í huga að íþrótta- og æskulýðsmál eru ætíð í uppbyggingu og viljum við framsóknarmenn vinna að eftirfarandi verkefnum á næstu árum. Ljúka ýmsum frágangi við íþróttamiðstöðina, koma þar upp þrekþjálfunartækjum, heitum pottum og öðru tilheyrandi góðri heilsuræktunar aðstöðu. Velja þar stað fyrir nýtt íþrótta- og útivistarsvæði. Nokkrir staðir komin til greina og þarf að vanda það val vel og hefja síðan framkvæmdir við gerð þess. Sjá þar fyrir að leikaðstöðu verði komin fyrir sem víðast í íbúðahverfum og komin fyrir leiktækjum og aðstöðu fyrir boltaleiki. Stutt verði við bakið á golfi og hestamönnum við áframhaldandi uppbyggingu og aðstöðu þeirra í Hamarslandi. Þangað þarf að leggja vatnslögn og stuðla að byggingu reiðvega í nágrenni bæjarins. Í samvinnu við nærliggjandi sveitarfélög og UMSB taki Borgnesingar þátt í að koma skíðaaðstöðu í Skarðsheiði. Betur mætti nýta aðstöðu í íþróttamiðstöðinni til annarra æskulýðsstarfa, meðal annars með auknu samstarfi félagana. Æskilegt væri að skipuð verði nefnd með fulltrúum hinna ýmsu félaga og sveitarfélagsins til að stuðla að slíku samstarfi og annast ýmsa skipulagningu æskulýðsmála. Ef mögulegt væri, þyrfti hún að fá ráð mann til þessara starfa að minnsta kosti hluta úr árinu. Borgnesingar, gerum góðan bæ betri, þitt atkvæði getur ráðið úrslitum á laugardaginn kemur. Góðir borgnesingar, það eru tvö mál sem við langar til að fara nokkrum orðum hér. Í fyrsta lagi er þetta skólamál. Við eigum hér ágætan skóla í Borgarnesi og okkur ber öllum skylda til að styðja dyggira við bakið á honum. Nú er hafin viðbygging við skólan og munu framsóknarmenn vinna að því að sú bygging verði tekin í notkun haustið 1983. Með þessari viðbót mun gjörbreytast aðstæða bæði nemenda og kennara. Þar munu verða bæði almennar kennslustofur og sérkennslustofur sem búa verður sem bestum námsgögnum. Sérstaka áherslu verður að leggja á bókasafn sem þar er ætlað rými. Nokkur undanfarin ár hafa verið starfræktar hér framhaldsdeildir sem hafa verið skólanum mikil lyftistöng og er nauðsynlegt að þessar deildir verði hér áfram. Þá viljum við framsóknarmenn beita okkur fyrir því að hér verði komið á fót öldungadeild í tengslu við Fjölbrautaskólanum á Akranesi. Þar sem fólki verður gefinn kostur á að stunda nám sem metið verður til eininga. Og jafnframt því viljum við að starfræktir verði hér námsflokkar í ýmsum greinum. Hér er starfandi þróttmikill tónlistarskóli sem nauðsynlegt er að búa framtíðarhúsnæði sem fyrst og munum við framsóknarmenn beita okkur fyrir því. Jafnframt munum við styðja starfsemi þessa tónlistarskóla í hvívetna. Hitt málið sem ég langaði til að nefna eru menningamál. Hér í Borgarnesi eru mörg merk söfn og nú stendur fyrir dyrum að byggja yfir þau nýtt hús. Þetta er stórt verkefni sem mun taka nokkur ár og munum við vinna að framgangi þess máls. Þá munum við einnig styðja dyggilega aðra menningarstarfsemi hér í Borgarnesi, svo sem starf menningarstjórs Borgarnes og listasafns Borgarnes. En listasafnið er stórt og merkt safn sem á sér ekki hliðstæðu í sveitarfélögum að svipaðri stærð og Borgarnes. Að lokum vil ég biðja ykkur sem gangi til kjörborðs næsta laugardag að hafa vel í huga þá þróun mála sem orðið hefur hér í Borgarnesi nú undanfarin ár og veita þeim brautargengi sem þið treystið best til að tryggja að þessi farsæla þróun haldi áfram. Takk fyrir. Góðir borgnesingar, ég mun nú í stuttu máli greina frá nokkrum meginatriðum er starfshópur skipulagsmál og stjórnun sveitarfélagsins vill leggja áherslu á. Áfram verði unnið að fegrum bæjarins og allt skipulag skal miða að því að Borgarnes verði áfram aðlaðandi fyrir íbúa og aðkomufólk. Á næsta kjörtímabili ber að nýta byggingarsvæðin í Bjargslandi fyrir íbúðabyggingar, jafnframt því sem áfram verði unnið að skipulagi og undirbúningi nýrra byggingarsvæða vestan Borgarvogs
sem þurft getur að taka í notkun innan fárra ára. Skipulagt verði hverfi smáíbúða aldraðra í tengslum við dvalarheimilið og framkvæmdir hafnar svo fljótt sem kostur er. Skipuleggja þarf ný iðnaðarsvæði með þarfir smærri og stærri iðnfyrirtækja í huga. Við skipulagningu opinna svæða ber að taka sérstaklega tillit til þess að börn þurfa leiksvæði í nágrenni heimila sinna og að gæslu og starfsvöllum verði ætla nægilegt rými. Nýju íþrótta- og útivistarsvæði verði valinn staður og framkvæmdir hafnar við gerð þess. Útfall holræsa þarf að samtengja meira en nú er og lengja út fyrir lægsta fjöruborð. Í skipulagi og uppbyggingu Borgarness ber að taka tillit til hvers konar möguleika sem styrkt geta stöðu þess sem umferða, þjónustu og menningarmiðstöðvar fyrir nærliggjandi byggðarlög. Vandað skipulag og góður undirbúningur allra verka er nauðsynlegur ef vel á að takast til og í þessum efnum ein af undirstöðum þess að við getum byggt hér góðan bæ þar sem menn una glaðir við sitt. Framsóknarmenn hafa haft hér forystu á flestum sviðum atvinnulífs og bæjarmála alllangt skeið. Ýmist einir sér eða í samvinnu með öðrum. Hafa þessi ár verið grósku og uppbyggingartími enda hefur hér verið traust stjórn fjármála og verklegra framkvæmda. Ekki hvað síst skiptir máli að við höfum notið hér dugmikilla sveitarstjóra á þessum árum, þeirra Halldórs E. Sigurðssonar og Húnboðar Þorsteinssonar. Leggjum við á það áherslu, nú þegar mikil mannaskipti verða í hreppsnefnd, að Húnboði Þorsteinsson fáist til að gegna hér áfram starfi sveitarstjóra. Þegar þið kjósendur góðið skoðið nú óskalista flokkana á ég von á því að megin munur verði ekki á hverjar séu þarfir sveitarfélagsins á næstu árum, heldur í hvaða röð verkin skuli unnin og hverjum þið best treystið til að koma hlutunum í verk. Við förum nú fram á stuðning ykkar til þess að takast á við verkefnin. Þeirri spurningu svarið þið með því að setja X fyrir framan B á kjörseðlinum á laugardaginn kemur. Lifið heil! Draumi fagrar nætur dvel ég stund. Það var sem vorsins tærasta von gengi á minn fund. Hún hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf, að horfa fram á veginn og lifa það af. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymir að við höfum hvort annað tryggð við land og þjóð og landið sem skáldin ortum sín fegurstu ljóð. Hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf, að horfa fram á veginn og lifa það af. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymir. Við höfum hvort annað
skáldin ortum sín fegustu ljóð.